Nótan uppskeruhátíð tónlistarskólanna og hún fer fram í þrennulagi, fyrst innan hvers skóla fyrir sig, þar sem þeir velja atriði sem fara síðan í svæðiskeppninar og svo svæðiskeppninar og við höldum hér fyrir Norður- og Austurland í dag og þaðan koma 7 atriði áfram í Hörpu þann 10. apríl. Nótan, uppskeruhátíð tónlistarskóla, var á dögunum haldin í 7. sinn. Hátíðin samstarfsverkefni félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, samtaka tónlistarskólastjóra, tónastöðvarinnar, töfrahurðar og tónlistarsafns Íslands. 12 tónlistarskólar frá Norður- og Austurlandi tóku þátt og við litum við á æfingu og ræddum við fulltrúa frá tónlistarskóla Langanesbyggðar. We have very special school there, far away first, and it's not just one school. We are teaching in 2 different places, in Þórshöfn and in Bakkafjörður. So it's 50% of grunnskóli á Bakkafjörður. They are in tónlistarskóli, and then a little bit less in Þórshöfn. So together it's 30 plus students. So quite a lot for such a small place. And half of them, they are today here. Okay. Yeah. And can you tell me about the preparation for Nótan? The preparation? We have now a new program in tónlistarskóli that now second year now. We have Samspil, and last year we had the whole school. Last year we had 35 students. They were playing once every week together, 60 minutes. But this year we divided the school for 3 different groups, and now the best of them, they are here and playing. And you say there are over 30 students in tónlistarskólan í Langanesbyggð. How many teachers are there? There is me, myself and I, so 3. And you teach all those instruments? It somehow happened because my main instruments are violin and harmonica. But then one student came, Heimir, told me because it's my 5th year there, told me some years ago that, but he doesn't like to play blockflöte, can I play clarinet? So then I called to someone who knows more about clarinet, took some lessons, how to fix it together, all those crazy pieces, because it was something totally new for me. And same with verflöte. So I have learned a lot from those students first. And then, if they have bigger wishes, then teacher has to follow those wishes, I think. So you're also learning? Yeah, I'm learning a lot. Á hvaða hljóðfæri spilar þú? Píanó. Og hvað ertu búin að læra lengi? Síðan í 1. bekk, í 4 ár eitthvað svoleiðis. Og hvernig að koma hérna á nótuna? Var fínt og ég samt aldrei stressuð. Ertu búin að spila lengi? Já, ég held að þetta sé 3. ár mitt á gítar. Og af hverju valdir að spila á gítar? Bara, ég veit það ekki. Það var bara svona? Já. Og hvernig finnst þér að koma hérna í Hof að spila? Svolítið stórt, en ég held að vera bara gaman. Ertu búin að læra lengi? Já, 3-4 ár. Og hvað er skemmtilegast við að spila á fiðlu? Ég veit það ekki eiginlega. En hvað er þá skemmtilegast við að koma hérna í svona tónleikaferð? Bara að spila og gaman.